Svellið hlaðvarp þar sem að fjallað samfélagsmál og þær áskoranir sem karlmenn og drengir standa frammi fyrir í nútíma samfélagi. Ég heiti Birna Pétursdóttir og þáttastjórnandi og ekki karlmaður, en ég þekki karlmenn. Pabbi minn karlmaður og maðurinn minn, hann karlmaður og sumir sem ég vinn með. Svo líka 2 drengi, 2 syni sem eru karlmenn framtíðar og eins og allar mæður þá vil ég að heimurinn fari silkimjúkum höndum börnin mín. Þannig að í þessum þáttum ætla ég að fá til mín góða gesti, karla og konur úr þjóðfélaginu frá ólíkum stöðum til þess að ræða málin. Hvar stöndum við, hvað má betur fara, hvað höfum við gert vel, hvert stefnum við, hvað má ekki og bara hvað í gangi. Og Baldur Ragnarsson, hann stýrir upptökum og hann karlmaður. Og getur hnift í mig ef ég á algjörum villigötum sem kona. Viltu segja hæ, Baldur? Hæ! En í þættinum í dag eru góðir gestir. Það Arnar Dan, leikari, deildarstjóri á leikskóla og faðir. Axel Ingi Árnason, tónskáld, ég skrifaði líka deildarstjóri. Tónskáld, forstöðumaður í salnum og faðir og svo Áslaug Kristjánsdóttir og þú ert kona margra hatta, rithöfundur, hjúkrunarfræðingur, kynfræðingur, kynlífsráðgjafi. Verið velkomin öll. Takk. Það var ekki eins og á kynning. Já, stóðst það vel. Já, það mjög flott. Áður en við hættum okkur út á svellið þá langar mig að biðja þig, Áslaug, að bara svona aðeins deila með okkur þínum hugleiðingum þetta efni þáttarins og það rómantísk sambönd og föðurhlutverkið, kannski ekki síst og þú ert hérna fellow ekki karlmaður en ég ætla enga síður að biðja þig að ríða á vaðið. Já, ég velti svo fyrir mér og þetta var kannski svona mjög harðsoðin niðurstaða. En niðurstaða samt, wow. Já, eða svona Vel gert. Taka einhverja hugleiðingu og reyna svona sjóðan í mjög stutta hugleiðingu. Þá datt mér þetta svona í hug, þú veist að börn eru dýrmætasta afurð rómantískra sambanda en þau eru líka verðugasti keppinautur þeirra og það má ekki skilja það þannig að ég sé að segja að börn fæðist í heiminn og ætli að granda ástum foreldra sinna, sko. Það ekki þannig, þau eru ekki sökudólgarnir, sko, heldur foreldrarnir. En þeir bera algjörlega ábyrgð á svona sambandinu, sko. Og rómantísk sambönd eru marglaga, þetta vinátta, þetta kærleikur, þetta ást og svo erótík. Og þegar að par ekki 2, heldur 3 og svo kannski fleiri og fleiri, að þá þarf að dreifa einhvern veginn þessar allir orku á fleiri. Ég sé það þannig að hvernig foreldrum tekst þetta að dreifa orkunni og varðveita erótíkina, að því að henni deilum við ekki með börnunum okkar, það kannski segir til hamingju hópsins og svo ánægju og langlífi rómantíska sambandsins. Wow. En áhugavert. Mjög. Ég einmitt samanlega þessu, börnin eru svo mikið fyrir okkur. Þeir eru svo mikið fyrir mér. Já. Nei, þetta ótrúlega góð hugleiðing. Takk fyrir þetta, maður. Takk fyrir. Skrifaðu þetta í bókinni? Nei. Þetta önnur bók? Kannski verður þetta í annar bók. Nei, þetta bara fyrir þetta. Vá, þetta geðvægt. En þetta mjög afsprengi ástarinnar og helsti keppinautur. Af því þetta líka eitthvað sem að maður ætti auðvitað að vita áður en maður leggst í barneignir en kemur manni samt enga síður kannski smá óvart hversu miklir keppinautar líka bara tíma, athygli þú veist, hún dreifist dálítið hratt þegar börn eru komin í spilið. Ef við bara svona bökkum aðeins og fókusum á rómantísk sambönd og hlutverk bara horfum aðeins á hlutverk karlmannsins þar. Finnst ykkur það hafa breyst mikið, bara ef við horfum á bara ykkur 2 í ykkar líftíma? Býtu, hefur það breyst? Já, hefur það breyst, hlutverk ykkar bara hlutverk karlmannsins, bæði inn á heimilinu og utan þess. Vá,
Sko, ég myndi segja að á ég að grípa orðið? Gjörðu svo Já, takk fyrir. Það sem sagt, sko, maður svona speglunuleik, þú veist, eigin uppeldis og sín vegferðar, skilur, maður alltaf að spegla sjálfan sig í öðrum og svona sterkasta spegilmyndin þessi speglun við foreldra og svona, og þá móta maður líka sín hvernig maður vill gera hlutina og ég var þegar gæfu aðnjótandi að fá sterkar fyrirmyndir í þeim efnum og hef þetta apað upp það sem gott er í mínu föðurhlutverki og við erum stöðugt að rekast á þessa veggi líka bara og við erum nægilega auðmjúkur til að segja fyrirgefðu og ég ætla að gera betur og ef maður lendir á þessum vegg sko, í þessu hlutverki ég man þegar ég tókst á við þetta uppalega, ég á 3 börn þá kom þetta til mín að þetta er þannig stærð á verkefni að það tekur yfir allt þetta var allt í orðið að mér allt sem ég var fyrir blandaðist í þetta nýja stóra hlutverk og öll forgangsröðun afstæð til samskipta á heimilinu hvað ég vil bera á borð, hvað er í boði á heimilinu hvaða örfun er ég að leggja til og hvernig einstaklinga vil ég móta þannig að já, ég veit ekkert hvert ég er að fara með þetta blaður í mér en ég held að þessi speglun við fólki í kringum mig og taka upp það sem ég þykir eftirsóknarvert í umhverfinu mínu og reyna að apað eftir hafi verið svona meðvituð ákvörðun sko. Ég held út að, þú veist, við erum náttúrulega alltaf allt sem við byggjum á er náttúrulega að einhver leiti byggir á okkar uppeldi og hvernig við vorum alveg upp og við erum í mörgum tilfellum annarkvort að spegla foreldra okkar og hvað þau gerðu eða viljandi að fara gegn því sem að, ef það er eitthvað sem okkur mislíkaði en eins og í mínu tilfelli kannski svolítið sérstætt að eiga að alast upp á heimilega sem eru ég og mömmu og pappa eins og við svo mörg svo er ég samkynhneigður og við erum 2 karlmenn í sambandi þannig að mitt samband að mörguleiti ég hef haft hugsað þetta hvort að mitt samband myndi einhvern leiti spegla samband foreldra minna og ég sagði ég myndi alls ekki gera það en svo var þið þegar gæfi aðnjótandi að verða ástfangin af manni sem er alveg eins og mamma mín þannig að ég er vissulega að einhvern leiti að spegla foreldra minni því leiti að ég náði mér er ekki að tala að stelpur hrífist að einhverjum eiginleikum sem eru sameiginlega með föður ég greinilega gerði það og fann móðu mína í kalllíki Já, einmitt en það má ekki gleyma því líka þú veist og auðvitað tökum við upp það sem er jákvætt í fari foreldra okkar og svo eyðum við líka því sem okkur finnst bara miður en svo er svo sárt, það er svo vont þegar maður stendur sjálf sig að því að vera alltaf einhvern veginn að gera nákvæmlega svona mistök og foreldra það heyrir bara röddina í mömmu sinni koma út bara akkurat, í rauntíma þannig að þetta er svona það er þessi þjálfun að lengja bilað á milli áreitis og svörunar það er þessi meðvituða þetta moment meðvitundar þú veist, ég er rosa impúlsdrifin að upplægi sko, en þannig að ég þarf alltaf að bakka og reflekta en þá kanntu líka að segja fyrir gefn já, það hefur verið stæðstu skóli sko. en það er líka kannski eitthvað sem að er þú veist líka búið að breytast það er svona krafa aðeins meiri mýkt og að meiri þáttöku kallmanna inn á heimilinu finnst ykkur er það eitthvað svona sem að ykkur hefur fundist þið þurfa bara að svona tróða marfa það og bara svolítið læra as you go, skilurðu, eða finnst ykkur það því að þessi meiri þáttaka, ég meina, þetta búið að breytast gífurlega, ég er 36 að verða 7, bara frá því að ég er barn og þannig til að ég er að eignast börn, þá hafa orðið, ég ætla ekki að segja pólskipti, en þú veist, nánast samt, þú veist að það er önnur krafa gerð á kallmenn, bæði innan og utan heimilis, upplifið þið það sem áskorun þegar að þú færð fólk til þín til dæmis í kynlífsráðgjöf þú veist, karlmennskan per se er hún fyrirferðarmikil í rýminu þú veist, er karlmenn uppteknir af eigin karlmennsku og þessi krafa mýkt, er þetta vefjast fyrir karlmennum finnst þér? Örugglega alveg misjant við erum náttúrulega öll svolítið misjöfn og tökumst á þetta á ólíkan hátt sko, en kannski hvað var þar kynlífið að ef þetta alltaf vera mýkt að þá verður ekkert kynlíf þú veist, þannig það er kannski það að ef að maður
ætlar að bæla einhverja svona baráttu í sér sem myndi kannski vera svona karllæg orka til þess að takast á við ný hlutverk og eitthvað svona og bara aldrei að vera neitt vondur eða eitthvað þannig að þá verður ekkit kynlíf sko. Það lifir ekki, það kviknar engin eldur á því sko. Þú veist, þannig að það verður að vera einhver balans á milli en maður getur heldur ekki bara brent heiminn sko. Þú veist, þá ertu bara í allt og mikill í karl orku en maður sér þetta bara þannig, þetta sé bara orka, þetta kannski karl og kvenn þvælist stundum fyrir okkur. Þetta eru kraftar, þau veitir, og mýkt fyrir ekkar kraftlaus. Já. Ok, áhugavert. Við getum ekki bara verið bleik, við verðum að vera rauð, þau veitir. Kannski má þetta vera litur, ég veit það ekki, ég er ekki búin að finna það. Vá, herru, þetta við þurfum að tala meira saman. Það er alveg gaman að hlusta þið tala. En það er kannski óþægilegt að það ger krafa á að þú sért sko æðislega mjúkur frammi en síðan átt að vera algjör alfa í svefnherberginu. Já, og ég meina það er kannski svona ákveðin speglun sem við erum að sjá núna að karlmenn er að gangi gegnum eitthvað þroskaskeið, upplifi ég sem er ekki karlmaður, gjörðu svo vel strákar á meðan kannski konur fóru í gegnum þetta þroskaskeið og það var svona eldra innan kynlífs svona pælingana var þetta sem að er Madonna whore komplex hvernig get ég verið guðsmóðirinn sem er það sem ég verð þegar ég fæði börn en samt verið hóra. Akkurat. Hvernig get ég látið þessi tvö öfl berjast innra með mér og veri bæði, þið veitir, móðir og samt líka ástkona. Að því ástkonan sko rauð, móðirinn er bleik, svo ég haldi mig við lita. Akkurat, já. Akkurat, og nú er hérna kannski búið að halda þessum spekli svolítið að köllum meira í seinni tíð. Já, og kannski eru konur og einhvern hátt komnar með meira jafnvægi innra með sér, mögulega, ég veit það ekki. Og nú eru kallar einhvern veginn á þeirri vegferð að finna hvernig get ég verið þá, hvað litir væri þeir þá? Mér finnst það bara ótrúlega flottur ingangur ef ég má aðeins, út af þetta er samfélagið okkar er alveg þarna í dag við erum einhvern veginn, dagurinn í dag mér upplifa íslenskt menningarlíf sé svolítið þarna líka þar að segja, við erum Charlie Kirk er farinn og svo sáum við ungan upprennandi stjórnmálamann sem tekið við varaformennsku í miðflokknum tala á þessa lund sko, það er að segja þessa sko upphafning kallmennskunar og við þurfum ekki að vera að bæla þetta og Guðmundur vaxtarættastrákur og fleiri sem er einhvern veginn að reyna að koma þessu í orð á kraftinum einum á sér sko. Þetta gætu notað meður mýktarinnar sem er til þess að reyna að eiga svona uppbyggilegt samtal í þessum efnum. Ég myndi segja að ég persónulega er oft álitin mjög prímatífur maður og ég gengst bara við því sko. Ég er ekki þá í merkingunni rosalega einfaldur kannski grunnþörfum, ég þarf svefn og mat og kynlíf og öruggt húsaskjól og félagslega næringu og ég er, þeirra gæfi aðnjótandi að ég fekk að vera alveg upp að móður á stórum hluta sem kendi mér einhverju meiri svona þessi innhverf íhugun sem ég notað gegn þessari hröðu kallmennsku orku sko, aggressífu En að þú segir þetta ég er svona stundum álitin prímatífur færðu einhverja svona ákvörður á þig út af því, þú veist, er það svona eitthvað hættu þessu, vertu mjúkur eða... Jú, ég stuða fólk með orku minn, ég er alveg fundið fyrir því, þú veist, en það er kannski, bara hvernig ég kem fyrir eða eitthvað svoleiðis, en sko svona, við prímatífur, ég þarf bara, ég verð pirraður yfir svangur, pirraður yfir svefnlaus, ég þarf hreyfingu, ég þarf kynlíf, ég þarf peninga, öryggi, ég þarf framtíðarsýn sko og stabilitet sko. Þannig að einhverju leyti skilur þessa reiðina. Já, en á sama tíma framsetningin er mjög stuðandi, framsetningin er truflandi. Já, ég skil hana 100%, ég skil orkuna hvað hann kemur en við þurfum kannski að reyna að temja villidýrið en á sama tíma ekki bara kúa það sko, ekki kúa, þetta er hrein orka eins og ég sagði, sko. Það er orka í þessu, í kallmennskunni sko. Helvítis. Mér finnst ég upplega pínu sko, það er svona frústrasjón yfir því að megi ekki bara vera
þessi frummynd af karlmanni vera bara það sem að við verum ég meira þess að ég alin uppið að karlmann sé svona og hinsegin og eitthvað svona og núna eru sumir sem upplifa að það sé svo ósanngjarnt að þeim við megum ekki vera bara svona og hinsegin eins og við verum alin uppið heldur eigum að vera líka alls konar annað og það eitthvað svona, einhver pínu sorg og frústrasjón yfir því að það sé verið að breyta því sem var í staðin fyrir að gleðast yfir að það séu fleiri að fá að vera alls konar og að það sé ekki, því að ég get ekki ímyndið mér annað ef við horfum tilbaka að karlmennskan hafa alltaf verið svona þetta hlutverk, við vitum alveg hvað við erum að tala þegar við segjum karlmennskan, skiljið og þú veist hversu margir í gegnum tíðin að hafa verið að leika það hlutverk án þess að það væri eitthvað sem að þau virkilega vildu vera, skiljið. Það lítið umböralindi í karlmennskunni. Mjög lítið. Því miður, sko. Þú veist, ég upplifði það. Að þetta sko, ég hef rétt fyrir mig, nú skaltu hlusta á mig, vinur minn. Ég að segja þér að þetta svona, við skulum fara af stað. Ok? Þú maður gerir þetta. Það er svona ásættanlegu listi af hlutum sem að karlmennskan, það er bara ákveðin áhugamál. Þú veiðir og þú notar byssur og þú notar veiðistengur og þú veist, það er svona ákveðin listi af hlutum sem falla inn í karlmennskuna og allt sem er fyrir utan það. Ég meina, þú veist, ég man bara þegar ég var yngri og fór í tónlistanám og svona, þú veist, ertu ekki í fótbolta? Nei, ég spila á píanó. Ok, spes. Þannig að, þú veist, það er svona ákveðin hluti af hluti hérna, og gast ekki einu sinni spila á gítar. Nei, ok, píanó er ekki nógu sexy hljóðfæri, sko. En það er kannski eins og sumir kallmenn upplifi núna að sko mannréttindi séu svona tæmandi auðlind og leið og það er að spretta upp, þú veist, fleiri hópar sem að krefjast mannréttinda og viðurkenningu að þá skerðist þeirra mannréttindi. Þú veist, að það er svona, þú veist, og sjá þetta sem svona, tæmandi auðlind en ekki eitthvað sem allir ættu að hafa aðgangað og fólk er svona kannski fer í svona varnarstöðu og er að passa upp á eigin hagsmuni kalla og það getur oft verið svolítið stuðandi þegar að sú orðræða fer svolítið harkalega fram. Við sjáum þetta allstæðar, þetta er líkavarandi innflytjendamál, það er alltaf verið að presentera öll svona réttindi og allt svona sem ef að þau fá þetta þá fæ ég þetta ekki. Já, að því það er annarkvort eða, en þetta sannleikurinn er kannski að þetta er bæði. Þetta, við höfum öll þessa ólíku þætti innra með okkur, mismikið og eitthvað, við höfum þá í umhverfin okkar. Það er engin kvóti á þessu, sko. Það er engin kalla á kvenna kvóti í rauninni til. Þetta er bara náttúran skapar þetta allt saman. En ég þekki umburðarlindi en á sama tíma ég baktala á bendi. Mér finnst þetta að vera, það er líka að vera að tala með þetta á RÚV, sko, hvað er sett, hvað er í orðræðinni og hverjir fá að tjásu hlutina og af hverju þeim stilt saman í svona pólariseruðu ástandi og rifrildisformi og þetta samtal sem við erum í hérna núna og við erum að sammála hérna og það er þægilegt að tala saman en það er svona, það er þessi samræðu hefð okkar og ég held að hún sé komið svolítið stutt á veg, þú veist, ég held að kallmennsku orkan getur klárlega átt erindi, þú veist, í samtalinu þó svo að þetta er svona hérna í Danmörku talaðum samfölsingið, að vera virkur að þetta byrja í menntakerfinu að börn láti sér samfélagi sitt varða og tali saman og þjálfi sig í samræðu hefðinni hjá Íslandi er þetta það skal vera þögn í tímanum nema þegar ég segi þér að tala þá skaltu fá leyfi og rými til þess að tjá þig við þurfum að búa til stað sem við getum verið í og það er menntakerfið er kannski að gera í dag á mörgu leiti, það er meiri verið svona upphafning hins lýðræðislega á tímum fasisma og ekki á Íslandi, bara allinsvísu og uppgang hægriafla, þannig að við þurfum að virkilega skeggræða og ræða hvernig sko styðjum við stoðir lýðræðisins í gegnum menntakerfið okkar og í gegnum samtalið, sko. Það er lykillinn. Og hvernig gerum við það? Þá upplifir fólk ekki sig kúað, fattiði. Þá getur aukið umbröðlindið. En það er þarna hópur sem er ungur og reiður og finnst að sér vegið og hérna UN Women voru með svona rýnihóp og þar kom skýrt fram að það er þarna hópur ungra kallmanna sem að upplifir sko að það er gerð einhver krafa á að þeir séu á einhvern hátt og komið fram á ákveðin hátt sem passar ekki við það hvernig þeim líður innra hvernig þeim finnst þeir upplifi sig eða þeirra skoðanir og tilfinningar og þá verður til eitthvað svona tómarúm þar sem að þeir sko og bara og hérna vörn, reiði og náttúrulega þá ertu orðin líka móttækilegur fyrir kannski alls konar skaðlegum hugmyndum sko og spurningin er kannski bara þú veist hvernig þú veist erum við að bregðast þarna
sem samfélag erum að bregðast ákveðnum hópi kallmanna sem að, þú veist, að því að það er búið að vera þessi krafa aukna mýkt og aukna þáttöku sem að er bara af hinnu góða, en svo er ykkur hópur sem að bara finnst þetta sem samsama sig ekki með þessum hugmyndum. Hvað þú veist, hvernig er hægt að því að við heyrum líka stöðugt einhverjar horrorsögur úr, þú veist, af ungu drengjónum okkar, þeim líður ekki vel í skóla, þeim gengur ekki vel í skóla, þú veist, bara sjálfsvígtíðni og annað sem að renni stóður undir það að þú veist, þeir standi ekki alveg nógu vel og bara sem móðir ungra drengja þá hefur maður eðlilega áhyggjur. Þú veist, hvað erum að bregðast? Ég held sko að fara ekki alltaf saman sko hljóð og mynd þegar að við erum að tala sko með menningun okkar og til að þú veist, viðhorf okkar og skoðanir mótast svo mikið af menningunni sem við erum að innbyrða og ég held því miður að við erum að standa okkur vel í því að setja í þessari baráttu að breyta okkur og alla börnin okkur upp á ákveðin hátt en því miður er menningin ekki að fylgja með að mörgu leyti og ég tala ekki þú veist, ungi drengir eru kannski alast uppið að horfa á alls konar menningarefni og hlusta á tónlist og meita alls konar á YouTube og svona, það sem að þetta er ekki veist, það sem foreldrarnir eru að segja þeim, já, kynin eru fleiri og við eigum að vera jöfn og það er mannréttindi til fyrir alla, ok, það eru skilabæðin sem fá heima á sér kannski frá foreldrum eða frá úr skólanum, en svo fara þau og neita einhvers menningarefnis, það sem að hlusta á rapptónlist, það sem er bara að tala um the bitches og eitthvað svona, og það fer ekki saman, þú veist, þetta er ekki sömu skilabæðin að koma heima eða í skólanum við það sem er að neita í menningarlega og ég held að það sé einhver svona gjá sem myndast. Þetta er brilljant hjá þér, þetta er ákveðin svona punktmæling, þetta er nákvæmlega bara, við erum að bregðast börnunum okkar, ég var að tala sko, grunngildi aðalnámskrár sem er bara lýðræði, það er mannréttindi, það er heilbrigði og velferð, það er sköpun, það er, þú veist, það eru 7 þættir, ég man ekki nákvæmlega til að telja það, en það eru þessir fyrirmyndir okkar í innflutningi á vestanhafs er að flytja inn role model frá Donald Trump sem er allt sem þetta er ekki sem grefur undan öllum þessum grunngildum okkar samfélags sem við viljum ala börnin upp í þannig að við erum að segja þau í menntakerfinu þetta er það sem út að vera eflaði í til þess að geta tekið þátt og vera virkur þátttakandi í lýðræðissamfélagi en hver er fyrirmyndin? Ógeðslega efnaður kall sem fær öllu sínu fram, stjórnar heiminum, er í valdastöðu á allt annir öðrum forsendum. Þannig að þá þurfum við að, getum við talað í menntakerfinu líka er að efla gagnrýna hugsun og það er klárlega vettvangur til þess að fara dýptina þar. En vitið hvað, fyrirmyndir okkar er á skjön við það gildin sem við leggja til grundvallar í samfélaginu. Þannig að það þarf sterkar fyrirmyndir og sem eru þessi grunngild okkar. Ég meina, þú veist, strákar er að horfa á, þú veist, heyra okkur tala bara, jafnrétti og allt þetta og svo fara þær heim og horfa á YouTube-myndbönd með ákveðnum kallrembum á netinu sem er innrætað á með í raunum veru kvennahatri. Það er ekki skrítið að verði ringlaðir og pirraðir og sorgmættir og missi, skilji ekki, þú veist. En þess vegna skiptir líka kannski, þú veist, nær samfélag barnanna líka, þið veit, að foreldrar eigi samtal, hvað ert að horfa og ekki fara eitthvað, þú mátt ekki horfa á þetta því þetta er ógeðslegt, þetta er ekki það sem við viljum eða eitthvað svona, heldur ekki og segðu mér aðeins frá því, líka eiga þetta samtalið mitt, hvaðan kemur þessi reiði af hverju og hvað er hann að segja og hvað finnst þér, þú veist, hvað talar það inn í þér og eitthvað svona og svo kannski ennþá betra ef við getum stækkað aðeins, þú veist að maður og afi tala líkum þetta við þig að við blöndum aðeins kynslóðir ég held þetta snúist þetta eiga meira samtal við fólk í mótum og kannski höfum við ekkert átt nógu mikið samtal við fólk í mótum að því við erum svo upptekin allir þurfa að vinna mikið svo bara allir að hangi símanum og þið veitir og hvenær ætlar að tala við mig samtal og ég held að í öllu þessu máli skiptir líka alltaf miklu meira hvað við gerum heldur en það sem við segjum eins og þú minnst á símana, þú veist það er miklu sterkara fyrir okkur að vera ekki sjálf í símanum fyrir frammi okkar og lesa bók fyrir frammi okkar heldur en að vera að segja börnum að þau ekki verið í símanum og hanga svo í símanum sjálf og sama með þessi kynjahlutverk þú veist, að náttúrulega kannski ekki meira áttar vandamál á mínu heimili við verandi samkynheitt par, það er erfitt fyrir mig að svona minn allavega verður ekki vitni af miklu kynjamisrétti á heimilinu en við vendum okkur við að sýna mýkt og sýna honum það í verki að karlmennska getur verið meira heldur en
heldur en það sem hann ofta sjá kannski í sjónvarpi og Já. bókum og öllu svona Já. að auðvitað býr maður í smá bergmálsklefa en þú veist, ef maður horfir bara svona ef ég horfi bara svona í mitt nærumhverfi að þá eru kallar að taka mér í þátt á heimilinu, þeir eru að sækja leikskólan og skólan, þeir eru að sinna, þú veist, innkaupum og þvotti og hvað það er og núna er líka búin að vera þessi umræða þriðjuvaktina, þannig að þeir eru að reyna að gera betur það líka og þú veist, við erum að tala um þessu mál og við erum að reyna að bæta okkur en á sama tíma er svona rosa bylgja til hægri og svona orðin svona harkalegri umræða allt í einu orðræða gegn feminisma þú veist, það er allt í einu bara rót alls íls já, þú veist, eru við ekki að gera nóg inn á heimilinu, við getum auðvitað alltaf gert betur en skiptir það ekki líka máli, þú veist, er kerfið brotið? Já, sko, ég myndi segja, mér svo hugfangin þessu orði alúð, að sína einhverju alúð, þú veist, það er, þá er það rauninni svona örlátur á þessi tvo mikilvægstu þætti sem við höfum, sem er sko athygli og tími, þú veist, að gefa einhverju raunverulega athygli og raunverulegan tíma og snuða okkur ekki augnablikið, sem er það eina sem við höfum sko, í uppeldi barna allavega og líka í samskipti við foreldra og innbyrðis á heimili þess að ég segi setningun of sko að stundatöflur fást ekki í apótekum og ég hef aldrei sungið skipulag og þetta fyrir ógeðslega taugarnar á konunum minni sko, þú veist, þetta bara hendar mér rosalega lítið svona skipulag og hendar mér rosalega lítið svona stundatöflur en ég get alveg sko byggt mig undir þar ef það er þjónandi í stóra samhenginu og ég gera það yfirleitt sko til þess að standa skil á mínu vakt sko en sko ég veit ekkert hvert ég ætla að fara lengra með þetta. Nei, en engar séu bara mjög gott góð innsýn inn í ykkar hjónaband. Já, okay. En sko þú varst aftur að segja varandi þáttöku kallmanna á heimili. Já, og kerfið, bara hvar erum við að bregðast? Já, sko, ég meina, er það ekki bara ef manni finnst maður vera undir miklu álægi að segja það upp átt eða, þú veist, áður en að springur eða skiljið þið, ég upplifi ekki kröfunar á heimilinu og þáttöku minni inn á heimili sem eitthvað íþingjandi, þetta er vilji minn að vera með þeim á glímumóti og fara og taka þátt, virkari þátt í fótbolta iðkuninni og vera til staðar og heyra hvernig ferðalagið er, sjá hvernig hún vegnar, það er mitt frumkvæði, ég held að sé margir foreldrar sem eru þar sko. Já, algjörlega. Og finnst ekki íþingjandi, en það er kannski aðalega þetta með alúðina og tíman og athyglinna að þú hefur ekki tíman og hefur ekki athyglinna. Athyglispanni okkar er að styttast, við erum alltaf að svara, ég skil ekki okkur skólar að senda okkur svo marga tölvupósta til dæmis. Þú veist, af hverju eru komin heim og við erum að lesa tölvupósta fyrir framan börnin okkar. Þetta eru örfáir klukkutímar og þeir þurfa bara tíma þinn og þeir skilji. Þannig að þetta er svo lítil augnablik uppeldisins sem amman sá stóran hluta og móðurinn stóran hluta skilur, og voru að nostra við það að baka pönnukökur þú veist og spjalla með raða í ískápin skilur. En við þurfum líka svo mikið, við erum í svo miklu neytenda samfélagi og það þarf að vinna svo mikið fyrir öllu þessu sem við þurfum þannig að kannski er það stærri myndin og það er örugglega erfitt að ætla að vera í fjölskyldu sem að kaupir minna sérstaklega þegar á milli vídeóana í símanum að þá færðu auglýsingar hvað verður að kaupa sko. Svo húðina er lítið svona út og þetta lítið hinsegin út. Já, akkurat. Maður er algjört fórnarlamb þessa líka sko, þú veist, það er alveg maður er genkiftu fyrir neyslunni sko. Já. Þetta er góð punktur, við erum náttúrulega búin að búa til samfélagi sem við þurfum alltaf meira og meira af hlutum og þú þarft fínt loftljós úr epal og þú þarft að fara til tenni páskana og þú þarft þessu margt sem við þurfum sem að þurft ekki áður auðvitað þurfum við þá þarlegandi að vinna meira og þá kemur það meira á tímanum sem við höfum með börnum okkar og þá verður maður svo þreyttur og svo fer maður fyrir og skrollar í símanum og strýkur símanum svolítið og segir svo góða nótt ástu mín og börnir eru einhvers staðar. Já, svo bara allt í maður giftur síman. Já. En það er þetta samviskubill líka, sko. Skilur, ég held að margir feður og foreldrar fá þetta samvisku, ég held að foreldrar samviskubill, sko. En það er út af því að við erum að gera svo mikið, skilur. Við þurfum, K.K. segir þetta svo fallega, skilur, að út á æðruleysinu í ræ, sko, og ró og næði sigli ég minn sæ
og gula fiskin á landinu dræ eða þú veist, þetta er eitthvað svona þú veist, að vera bara í einfallleikanum sko, þú veist, þetta er svo fallegt skilur, segi ég sem er í 100% námi 100% vinnu, alveg 3 börn og byggja upp hús og smíða glugga og það er gjössanlega, ég fekk svona kullunar einkenni fyrir 3 vikum, það fekk ég, nú þeir alveg að vera til staðar, þeir anda út þegar ég var að velta sko gröfu yfir mig og búin að leiða mig gröfu og að grafa fyrir sökli í garðinum og veltinni yfir mig og svo horfði þið svona upp í himini með gröfuna yfir mér og hugsaði, nei, nú þarft þú að staldra við, drengur. Þetta var mikið. Já, þetta var ómikið, sko. En þarna ertu samt í alveg svona príma kallmennsku mómenti, þú ert að gera allt á sama tíma, Já. Þú ert með alla boltan á lofti Já, akkurat. Og þetta þessu hefur nú duglega verið hampað svona hingað til í okkar samfélagi. Ég meina, kallmenn eiga að vera duglegir. Það er svolítið svona í gamla, ég meina pappi, þegar ég var yngri, ég man eftir að maður farin út í vinnuna á mótnana áður en við vöknuðum í skólan og hann kom stundum bara beint heim í kvöldmat klukkan 7:30 og það var svo duglegur, hann var alltaf að vinna. Já, tilgangurinn er fólkin í þegar þú hafir eitthvað að gera. Dygðin á Íslandi er að vera duglegur og ekki síst kannski hjá kallmönnum líka svona í gegnum tíðina, auðvitað hjá öllum ég tengi þetta mjög mikið bara við mig absolutt, að það besta sem ég gerði væri að vera dugleg þá væri ég ok sko. Aldrei að falla verkur hendi eitthvað svona og svo kannski sko eins öfugsnúða það er, þú veist, þegar við höfum verið að berjast fyrir auknu jafnrétti þá því miður hefur það kannski snúist upp í það þá þurfa konurnar að vera jafn duglegir og kallarnir til þess að það sé jafnrétti í staðin fyrir að við kannski öll svona slöppum aðeins af og dreifum ábyrðinni jafnar þá er, í staðin fyrir einmitt, þá förum saman niður á það plan, nú dreifum við ábyrðinni, við erum jöfn þá förum við einhvern veginn, núna þurfa konurnar að koma hingað upp og vera jafn duglegar og við þurfum öll að vinna ókslega mikið allir að vera duglegur þannig við förum í svona duglegri keppni og kannski kemur allir þessi reiði í þessum ungu karlmönnum allavega sem þið hlustuðu á einmitt frá þessu að ég þarf að gera svo mikið því ég þarf að kaupa svo mikið og hvernig ég óskapan á ég líka að geta verið heima og verið mjúkur þegar ég þarf að vera duglegur og makarnir líka þegar þú veist, hvað ungar konur að hugsa í þessu Já, þarna er eitthvað sem svona fer ekki alveg saman og við erum náttúrulega að sjá líka svona þetta afturkvart til fortíðar, það er aukin sókn í trú og svona trúalegar hugmyndir kynin þú veist, tradwife og svona Church Boys og svo bara þessi svona alfa karlmennska og kannski er það vilja fara í afturkvart til fortíðar af því að einhverjir muna eða hafa heyrt að þá var allt miklu betra sko. Við höfum oft einhverja svona nostalgíu þannig að þá kannski ef að konan mín væri þá bara heima þá væri þetta bara þá væri þetta eins og þegar amma var og amma var svo næs En er þetta ekki spurningum þennan tíma, þú veist að við viljum einfalda lífið en á sama tíma er allt í umhverju okkar að segja okkur að flækja það og til þess nýjasta dæmi með leikskólamál það var að stytta vistunartíma eða vera að hvetja foreldra til þess að fara fyrr að sækja barnið sitt á föstudögum sko, og þá kemur svona rosa íhaldssemi gagnvart því en ég held að er það ekki allir innstinni bara við viljum tíma við börnunum okkar sko. Við viljum aðeins meiri tíma bara geta andað saman heima við sko, þannig að það sé bara Peppa Pig og stafræna persónapían fyrir fram okkur, við viljum ná að verja tíma saman er það ekki? Jú, algjörlega, ég held að þetta sé alveg eina af lausnunum sko. Ég held líka sko, í grunninn er þetta kannski ekki snýst þetta ekki bara kynja málefni heldur er þetta líka, sko þessi nostalgía hún snýst líka kannski að vissuleiti það að ég meina, ef við hugsaum tilbaka það var í alveg mögulegt fyrir ömmu mín og afa að afi inni, hann fór út að vinna og amma var heima með 6 börn eða 7 börn og þau keyptu sér hús þau bara keyptu sér hús og þau eiga stóran hluta í því húsi og svo eignuðust það hús áður en að börnin eruð upp, ég veit það ég held að burt sér frá kynja fólk lítur tilbaka bara þau á þessum tíma og því miður er það náttúrulega ekki út af því að konurnar voru heima að voru ekki að vinna heldur bara voru heima, það er ekki út af því það er því miður kannski út af pólitískum ástæðum að þetta er að við búum ekki lengur á þeim stað að við getum ekki lifað á einni innkomu, við getum ekki keypt og það getur enginn keypt sér hús í dag nema mann sé bara nema einhverju sérstökum kringustæðum En kannski í þessari umræðu líka í þessari nostalgíu, þá verðum við kannski stundum bara hætta að tala kyn Akkurat, og tala bara, við erum bara fólk eða við erum bara manneskjur eða eitthvað það gátu 2 manneskjur búið saman
Já. það vildi bara svo til að það voru amma mín og afi sem voru karl og kona þau veit, það var samt samfélagsmyndin þau veit, en við erum alltaf að rugla kannski bara kynjum inn í einhverja pólitíska umræðu Já, þannig sett samansemmerki milli þess, þau gátu keypt sér hús og þau höfðu það bara frekar gott á þessari einu innkomu Já, þau voru karl og kona og það voru mjög hefðbundin kynjahlutverk á þenn tíma sem að við þekkjum það er ekki samansemmerki endilega það er ekki út af því að það voru hefðbundin kynjahlutverk og allt það sem að þau gáttu keypt sér hús það var að því að pólitískt landslag peningarlandslag var öðruvísi það er landslagið sem kannski heildin þarf að breyta sko. Mér finnst svo skrítið að þetta er svo falleg ef við setjum þetta í samhengi, ég sé ömmu þín og afa fyrir sig með það eru 6 börn, 7 börn, já, skilur, og hver er grunnstóðin hérna í samfélaginu? Jú, grunnstóðin er amman. Já. Hún er að plæja akkurum fyrir framtíðina, fyrir börnin og ég ætla að vona að pappin hann út í góðsaði og fransískinni og við útýstum þessu hlutverki uppeldisins til ríkisins, til menntakerfisins. Þau skuldu bara taka megin þungan á þessu. Já. Hlutverk okkar sem foreldra, sem taka mótið þessum börnum hérna til okkar, hún liggur fyrst og fremst hjá okkur. Að við mótum þessi börn okkur foreldrum og við verðum að taka ábyrgð á því það má ekki alltaf benda á kennaran og hvernig þú nú þessi hæfni við mig, þetta er nú bara kjaftaði þessar greiningar og þetta er nú veist, þú veist, mér finnst það allt svona eitthvað íhaldstengt vanandi þetta snúa því að við erum ekki að reflekta svolítið á okkar hlutverk sorry, þetta getur verið kontroversið sem ég er að segja ég stend með því sko æxlum ábyrgðina heima við og heimilunum því það er grunnstóð samfélagsins heimili þessa lands og er að peningar og hagvextar krafa sem kallar á það við höfum ekki annan tíma mögulega þá þurfum við að það samtal út af þessum forsendum barnanna hverjir er að verja tíma með börnunum okkar ég held að foreldrar séu bestilisfallir langoftast en já Svo áhugavert að tala eins þessi kynja hlutverk af því að þau eru orðin svolítið svona þetta er orðið svo hlaðið þú veist, kynja hlutverk er orðið einhvern veginn eiginlega neikvætt þú veist, það er rosa hlaðið konsept kona og maður kona og kall og þú veist í þessari hægri bylgju að þá er þú veist þetta afturhvarf til fortíðar og ef maður svona einhvern veginn er pínu ragur við að stíga þangaðinn að þá er maður einhvern veginn svona pínu hrættur líka við þessi kynjahlutverk að því að þú veist, bara ég í gagnkynhneigðu hjónabandi þú veist, gerir þá kröfu að maðurinn minn þú veist, standi mér jafnfætis inn á heimilinu og við grípum svolítið boltana saman en það breytir því samt ekki að ég er alveg hreinskilin að þú veist, kynjahlutverkin geta alveg verið óbúslega falleg og þú veist og mér langaði bara aðeins að forvitnast veist, eins og í þinni vinnu þar sem þú hittir þú veist, hjón að þetta getur þetta verið brjálæðislega íþyngjandi þú veist, eins og þriðja vaktin eða eitthvað svona þegar það er eitthvað svona ágreiningur og gremja í sambandi þú veist, hver á að gera hvað og þetta skilar stundatöfluna og þetta skilar það sér pottþétt bara inn í öll herbergi húsins, svefnherbergi þar með talið sko, en þú veist, eru kynjahlutverkin ekki líka samt bara, getur þau ekki líka bara verið af hennu góða og falleg og nú spyr sá sem ekki veit Jú, en samt það áhugaverða við það er samt það er ekki alltaf réttur líkami með rétta orku það er alveg þannig líka í pörum gagnkynhneigðum pörum, það er karl og kona sem situr fyrir framan mig en hann er með kvennorkun og hún er með karlorkuna. Akkurat. Miklu meira, þið viti. Þannig að kannski líka þetta, einmitt, að þetta snýst ekkit endilega það. Þetta snýst einhvern balans á þessu. Það þarf að vera karlorka á hverju heimili. Annars fer engin út, það gerir engin neitt, það fer engin að elda, það verður ekkert framtak og það verður að vera kvennorka því að það þarf eitthvað að hugsa tengslin og það þarf að hugsa ástina og mýktina og allt þetta. Við þurfum þetta tvennt. Akkurat. Það sem gerist kannski er að það verður eitthvað ójafnvægi þarna á orku og þá finna það allir. Það fer eitthvað að víbra. Hvað segir þú, Axel? En er þetta ekki, sko, já, ég er náttúrulega kannski kemur hans, þú ert með góða innsýnin að hafa ekki konu á heimilinu í já, ég er svona pínu ósámála við erum loksins ósámála með eitthvað já, nei, ég hef einhvern veginn ekki ég líti ekki á þetta sem kalla á hvern hlutverk ég held að við séum ekki, ég held að fæðist engin með ákveðna eiginleika kallmenn eru
og ég er ekki að segja að þú sért að segja það að kallmenn séu ófærir að sína ást og alúð og eitthvað en sko, en það, ég held að þessi hlutverk, það sem við erum að tala núna, kynja hlutverkin, þetta er svo ótrúlega íþyngjandi fyrir börn að alast upp við það að konur þú fættist með þetta kynfæri og þá þarf þú að vera svona, þetta og þó að við séum liberal kannski og eitthvað svona, þá samt þetta skilabóð sem skila sér til barnan okkar og það sem á sér stað, getur átt sér stað, ég upplýði það sjálfur sem barn, að mínir persónulega eiginleikar sem eru óháðir, ég myndi segja kannski, ég með fullt af eiginleikum sem eru ekki karllægir og það á sér stað rof þegar þú upplifir það sem þú veist að þú ert, ég er ástríkur og ég sýni alúð og alls konar svona sem fer kannski ekki heim og saman við hugmyndir karlmennsku, að þá fer lítið barn sem er sagt að hann sé of mjúkur og eitthvað svona, það fer að hugsa að það sé eitthvað að honum og hann sé ekki nógu svona á hinsegin. Þannig ég held að heilt yfir á okkar hugmyndir kynja hlutverkin séu í raun og veru miklu verra afl heldur en gott afl, því að jú, þau geta verið fín örugglega eins og í þinni vinnu við að greina samskipti kynjana í einhver svona ráðgjafar hlutverki, en fyrir börnin okkar held ég að það sé bara eiginlega toxískt og hættulegt að vera að tala á mikið kynja hlutverkin, því að þú veist, hvað með stelpuna? Ég er alveg sammálaður þarna. Já. Stelpan sem að elst upp og er bara ógeðslega bara með einhverja svona eiginleika sem að hafa traditionalt verið talið karllægir og þá er hún alltaf bara eitthvað krumpuði við því að hún sé svona hinsegin út af því að hún passar ekki inn í svolítið hjallastefnu svona pælingin sé ekki nóg kvenleg og eitthvað Nei, einmitt, ég hef kannski komið í villust frá mér en ég held að það sé mitt akkurat þetta, þú veist, að við séum að merkja þetta einhvern veginn svona sé ekkit endilega hjálplegt. Akkurat. Það er skemmtileg hugmyndi þín að merkja þetta með litum eða einhver svona öðru. Ég bara reyna að leysa þetta kynjamál. Til þess erum við hér í dag, er það ekki? Við erum hér komin til að leysa kynjamálin. En það er alveg rétt, þetta er að þvælast svolítið fyrir okkur, sérstaklega í dag, þegar að kynin, við vitum það, kynin eru ekki bara 2. Við erum á rófinu. Já, við erum á okkur rófi, hvað var það svo ótrúlega margt. En við erum samt einhvern veginn ennþá föst í þú veist, tungumálið okkar er ennþá svolítið að hefta okkur. Ég held að sem ótrúlega upptekinn að vilja skilgreina svona hluti. Já, einmitt. Orðin sé að flækja. Þá líður okkur svo vel. Og það er ekki oft sem að ég segi þetta en mér finnst orðin í þessu saman ekki flækja hlutina. Já. Það þarf að gera eitthvað. Já. Hver ætlar að gera það? Já. Skilur, gerðu þetta bara. Og hvað er góð orka í það? Já, þú veist, við erum líka rosa forritu til þess að hugsa allt í tvíhyggju. Já. Hvort ertu katta eða hundamaður? Þú veist, eins og það séu 1-2 flokkar það er allt svart eða hvít, hvort ertu kalla eða kona, katta eða hundamaður, við erum alltaf að setja allt í 2 flokka. Þannig að leið og kemur eitthvað svona pælingum, einhvers konar róf eða í talningum, þú veist, mörg kyn og alls konar svona, þá fyrir fólk bara svona en það er já eða nei, það er ekki kannski það er þá mikill kall og mikill kona, því það er bara það hvar lenduru? Þetta er eins og eitthvað sem er integrerað í okkur að hugsa þetta í absolutum. Það er bara því að heilin í okkur er bænari, hann kann já eða nei. Við þurfum að leggja okkur fram við það að hægja á ferlinu eins og varst að segja þannig milli áreitis og svars þar þarf að eiga sér stað einhver umræða innra með okkur eða á milli okkar eða eitthvað svona sko en það er ekki eðli heilans hann er alltaf að bara að hugsa, er þetta já eða nei og vinnurinn náttúrulega miklu hraðar heldur en munnurinn og mér getur hreyfst Einmitt. Við erum basically tölfur, það er bara 0 eða 1. Við erum bænari sko forrið, en svo erum við betri en tölfur því leitunum til að við getum verið líka tilfinningaverur 10, 20, 18, 15, þau veitir, eitthvað. En ég þurfti alveg persónulega að fara bara í gegnum þetta ferðalag sko að drepa egoið, þú veist, ég hef einhverju hugmyndum mig sem leikara og mig sem mannesku og hver ég er og fyrir hvað stend ég segi, ég er að lýsa mér fyrir ykkur og segjast vera primatífur maður og eitthvað svona. Ég þurfti algjörlega að drepa allt þetta er bara bull, skilji. Ég er ekki það sem byrtist á Instagram skiljiði, ég er marglaga manneskja sko miklu ekki dýpri en ég ætla að segja endilega bara meiri, það eru fleiri þetta fletta fleiri laugum með þetta sko og þú veist, mér er alveg sama hvað öðru fólki finnst sko og þá því ég segi það, þá er það ég reyna vera raunverulega sko. Þetta klæði ég mig einhvern veginn, ég vona eitthvað líka ágætlega vel við mig en það hefur enga mótandi afstöðu hvernig ég mæti deginu mínum sko. Þannig að allar þessar skilgreiningar og þetta kjaftaði, ég nenni því oftast ekki sko. Þetta er svona samfélagslega skilgreiningar á hverju við erum í staðins að reyna að lifa í samlindi í umburðarlyndi og kærleika þvert á þjóðerni, kynþátt tungumál og reyna að efla samkenndina frekar heldur en skilgreiningarnar
og þetta byrjum við samt alltaf á þegar eitthvað, það verði eitthvað breytingar í mannkynssögunni, þá byrjum við náttúrulega að reyna að skilgreina það, að því einhvern veginn verðum við að skilja það og svo förum við frá því að það skiptir kannski ekki öllu máli og þetta verður meira flæði. Þetta er einhvern veginn bara svona eins og þetta gerist. Þannig að jú, við fórum í gegnum skilgreiningar tímabila því við þurftum allt í að fara að ræða það að það er ekki allir til dæmis gagnkynhneigðir. Ok, býtu, hvað þá? Hvað er það þá? Nú þá hétta þetta og svo hétta hitt og svo var það alltaf stærra og stærra þangað til að kannski einhver tíman og kannski börnin okkar framtíða kynslóðir segja bara já, það er ekki að merkilegasta við mig. Akkurat, já. En svo er auðvitað líka sko ofsalega forréttinda staða í rauninni að geta setið hér og sagt mér er alveg sama hvað öðrum finnst og þú veist að því að þú ert náttúrulega hvítur kallmaður og þú hefur í foreldrastöðu, ég á heimili ég á bíl og konu, 3 börn og fínu formi, klæðum ágætlega efnaður, í efri millistjætt þetta er nákvæmlega þetta. Þú ert í vinningsstöðu bara from the get-go sko. Já, ég þarf ekki að skammast mér fyrir það. Nei, þú þarf ekki að skammast mér fyrir það. Nei, svoleiðis er það bara. Nei, þetta er svo áhugavert sko, þetta er svo áhugavert að því að það er svo pólitískt skiluru að aftur á móti skiluru ég meina, þú ert samkynhneigður. Þannig ég er að tapa. Þannig að þú ert að tapa. Nei, þannig að þú ert alltaf ok, ég ætla bara ekki að taka dæmi innan úr hópnum, en bara manneskja sem er laxin uppi vegg. Nei, en þú veist að við erum öll einhvern veginn bara fórnarlömb eða ekki okkar eigin forréttinda og þegar að við ekki fórnarlömb okkar eigin forréttinda Vá, hvað þetta er dramatísk leits ára þetta. Vá. Er það nýr titill á þetta podcast? En þú veist, það eru þín forréttindi að geta verið alveg sama hvað öðrum finnst af því að þú ert samþyktur og við vitum öll að þú veist að þú ert samþyktur en síðan kemur einstaklingur sem er fatlaður og kynsegin og þá er kannski bara, þú veist sá einstaklingur hefur bara miklu oftar þurft að einhvern veginn pakka sér saman í eitthvað svona áferðafallegt form til þess að það sé auðgleipanlegt hjá fjöldanum. Þannig að þú veist, það er líka ótrúlega mikil forréttindi í því að geta, þú veist, verið alveg sama. Ég sko, þetta er ekki sko, mér er kannski alveg sama sín annar á mig, en mér er ekki sama annað fólk. Nei, og ég veit það. Og ég held að þetta er bara svo áhugavert, þú veist, að maður hugsa, þú veist, hver er með orðið, þú veist, og hver... Ég algjörlega, en það er þetta umburðarlindið, þú veist, og við þurfum orðræðin og orðin til þess að reyna að auka umburðarlindið, þú veist, og mannving, en það er svo sárt að vera þáttakandi í samfélagi, þar sem er bakslag í umburðarlindi, sem ég held að væri öllum til heilla, í meiri skilningi á tilveru, og, þú veist, börn læra að tala, bara þetta ferli að barn læra að tala, en það læra að elska miklu fyrr, það læra að vera til staða fyrir hvort annað miklu fyrr, það reynir að þverta á allt, skilur en við getum verið nær barninu í okkur og sína hvort öðru þetta umburðarlyndi, þau eru ekki að skilgrina svona, sko ekki nema bara út frá leik, sko og augnaráði, brosi, þannig að já Vá, fallega punktur. Já, mjög en þú veist, ok, sem móðir tveggja barnungra karlmanna að þá hefur maður alveg svona áhyggjur, þú veist, mismiklar eftir dagsforminu, en þú veist, mér finnst maður einhvern veginn stöðugt vera að heyra hryllingssögur af bara drengjónum okkar og maður er svona að gera sitt besta og veit að þeir hafa góða fyrirmyndir inn á heimilinu og eitthvað svona, en hvað það fer samt sko, það er það sem mér finnst svo frústrerandi allt saman, að maður er að reyna að vera góð fyrirmynd og maður er að reyna einhvern veginn að bara gera allt rétt heima fyrir. Ég man eftir ég átti svona moment þegar strákurinn minn byrjaði í grunnskóla og hann talaði alltaf uppáhaldsliturinn hans, alveg eins og mannsins míns, er bleikur. Hann elskaði bleikt og hann vildi alltaf bleikföt og hann elskaði allt bleikt og hann var búin að vera í svona 2 vikur í grunnskóla þegar það var bara eitthvað, bleikur er samt eiginlega ekki litur sem ég á að fíla og þá fórum við að tala um það, en hann er svo heppinn með það að pappans maðurinn minn elskar líka bleikt og bleik jakkaföt og alls konar, þannig að þar var hann strax í raun og veru, hann hafði strax eitthvað svona þó að mér sé sagt það í skólanum, þá er það ekki rétt, en það er bara mjög margir sem eru ekki þar, þú veist, þeim er bara sagt bleikur er stelpulitur og þú ert ekki gangið í og þeir koma heim til sín og pappi þeirra gengur ekki í bleiku, þannig að þeir segja, ok, það er rétt og þá,
það er í raun og veru alveg sama hvað við gerum mikið rétt heima hjá okkur, við erum bara hluti af þeim áhrifavöldum í lífi svona, í barnan okkar sko. Auðvitað. Þannig að Þau fara þess að skiptir út í ógeðslega miklu máli Já. hverjir veljast í kennarastarfið og hverjir eru að sinna Akkurat, þessu já. og á hvað gildum og hvað er verið að tala fyrir auknu umbralindi, ekki innrætingu á einhverjum gildum sem við hafa gegn okkur samfélagi, skilur við heldur, erum við að vinna að auknu umbralindi og eins og ég sagði áðan menningin, hvaða skilabóð eru börnin að fá úr menningunni og alveg sama þó að við séum með hinn fullkona kennara og við stöndum okkur ógeðslega vel og okkur svona, það bara því miður er alltaf eitthvað menningarefni og ég meina við erum að treysta börnum líka gagnrýna hugsun samt og og við þurfum að ala það upp í þeim sko. En þegar að þau sjá ekkert annað heldur en einhver röng skilabóð stundum þá er þetta ógeðslega erfið barátt að vera í. Það er alveg sama hvað foreldri og kennari segir, ef að átrúnaðargoðið þeirra í sjónvarpinu segir eitthvað eitt þá vegur það ansið þungt sko. Já, því við fáum ekki vera eina röddin sem talar við börnin okkar Nei. sko. Getum við breytt því? Getum við komið í þannig? Ég held ekki að því að svo hafa börn svo ólíka raddir í foreldrum. Já. Þannig þetta er svo erfitt, en það er kannski líka einmitt þetta, þú veist, að hvaðan koma raddirnar og hvaða öfl ráða, það skiptir auðvitað miklu máli og hvar er umburðarlindi þar, það hefur gríðarlega áhrif. Þú veist, ég veit ekki hvort við getum alltaf bara valið rétta kennaran og allt þetta, þó ég held að auðvitað eru kennar rosalega mikilvægir uppalendur, en verður náttúrulega líka að fylgja þroska barna. Þú veist, treyst á heilbrigða skynsemi þeirra, hún kemur bara mjög seint inn. Þau veit, framheilin í okkur þroskast hægt, nær kannski fullum þroska 25 ára. Hvað rugl erum við búin að heyra fyrir það? Einmitt. Og gera. Já, og gera, þau veit, og þetta verða allir að fá að gera. Já. Þau veit, ég er ekki að meina það, börn eiga algjörlega rekast á og gera alls konar mistök, það er gott fyrir þau. Já. En og líka bara við verðum að ætla þeim einhvern veginn þroska, við verðum alltaf að passa þau í samræmi við þroska. Það er ástæða fyrir því að algebra er kend í gagnfræðaskóla, ekki fyrsta bekk sko. Heilin í þeim þolir það ekki. Nei, menn, absolutt og svo við erum líka að tala um tómstundir sko, þú veist, allir snertiflitur uppeldisins, tómstundin þeir eru rosalega mikið hlekkur í okkar samfélagi sko, og hverjir er að sinna tómstundastarfi og hvernig orðræða er hvernig orðræða er í líka bara fótboltavellinum hverjir fá að fara í tómstundastarfi. Nú erum við að sjá það að útlendingar eru ekki þarna. Nei, það er ekki allir sem að búa hér sem fá að fara þangað. Já. Og svo náttúrulega bara rosalega mismundi kúltúrin en mismundi tómstunda. Það er bara, ég ætla ekki að nefna ákveðar íþróttir en það er bara mjög mismundi eftir hvaða íþrótt börnin okkar velja, hvaða skilabóðu fá varðandi kynjahlutverkin, varðandi karlmennskuna. En mér finnst það svo geðvikt, ég er með strákið mín í fótbolta og ég er svo ógeðslega mikið í díalógu við hann, skilur. Og það er ógeðslega gaman því að hann kemur svo staðar hugmyndir og við spilum FIFA saman og við erum alveg í þessu og hann elskar þessar role models bara, þú veist, skiljið, Cristiano Ronaldo og ég er alltaf svona, er hann góð manneskja? Skilur bara eitthvað svona, hann er eitthvað stuðast allir við en mér finnst þetta svo ógeðslega gott, þú veist, að fara þá allan inn í það og segja, ok, ef mér finnst þeirra eitru kallmennska í kring fótboltaiðkun, hvar er hún og í hverju felst hún? Jú, það er verið að kæfa tilfinningar, startu upp drengur, verður að vinna með þetta og tæklaður, ertu ekki að væla yfir því, skilur við alltaf það, ok, það var sagt þessi skilabóð, hvað fannst þér eftir á? Þú veist, þetta kallar á rosalega mikla meðvitund að fara þá að taka þátt í því að það er ótrúlega margt fallegt í fótboltanum líka sko. En er ekki líka að það er líka svo mikilvægt einmitt að sko karlmennirnir okkar feður, grípið hennar bolta þú veist að mæðurnar séu kannski þú veist, auðvitað líka en það er alveg mikilvægt þetta sem þú ert að lýsa að þú grípir þessa umræðu og stýrir þarna inn og sýnir hvernig leið þér, þú veist, tölum tilfinningar eða bara, og hvar er þetta viðeigandi? Akkurat. Hvenær er gott að standa upp og halda áfram að berjast? Hvenær er gott að gera það ekki? Akkurat. Já, þetta er bara þið veitu, að þetta er eiginleiki sem er gott að hafa. Að geta harkað af sér og haldið áfram er gott en það getur líka verið vont. Og það er það sem við eigum svo erfitt að skilja því heilin okkur er bara þannig að ég get verið bæði góð og vond. Já, ég er nýbúin að eiga þetta samtal við stráki minn sem var að byrja í körfubolta var að vera 6 ára að hann kom heim og hann sagði ég skil ekki í körfuboltanum að þá segir enginn hérna, viltu færa þig kæri vinur viltu færa þig, þá segir allir bara farðu frá og þá áttu við þetta samtal einmitt sko að það gilda svona aðeins kannski aðra reglur í hita leiksins inn á vellinum þú veist, en svo þegar þú ert í kringlunni að þá aftur hagar þeir aðeins öðruvísi sko
og það var svo, mér fannst þetta svo áhugavert af því að þú veist, þetta eitthvað sem að maður hugsar ekki sem fullorðin manneskja en þetta auðvitað eitthvað líka svona sem hægt að heimfæra á allt annað, við erum alltaf einhvern veginn að leika mismunandi leikþátt í mismunandi rými. Já, hlutir eru mikilvægir, til dæmis ef þú ert að vinna á bráðamóttöku Já. Það eru engan tíma til þess að byggja fallega, þú skipar já. Að því þú vilt að einhver lifi þetta af þannig að þar þetta frábært sko. Ég er að segja fyrir mitt leiti myndi ég mögulega að horfa á körfubolta ef það veri sýndarmennileg kurteisi og fólk verið beðið að stíga vinsanast í hlið og til að færa þig kæri vinur mætti ég að fá boltan hjá þér, já gerðu svo vel kæri vinur Er það? Myndirðu horfa? Allavega örgla meira en ég gerir nú þegar sem ekki neitt Ég ekki viss, En tengjur ég tengi ekki við svona keppnis ok ég horfa á frábæra þætti sem eru keppni vissulega, sem heita Great British Bake Off sem eru svona breskir bakstursþættir þar sem allir eru vinir og það er engin vondu við neitt og þeir eru bara að vera vinir og hjálpa ótrúlega mikið diversity ótrúlega, þannig að það er svona mín keppni í lífinu. En myndirðu horfa á keppni í tónlist? Myndirðu horfa á svona, þá er ekki sko, það er enginn að fara að vinna en svona þegar tveir píanuleikar spila saman og eru svona, þú gerir eitthvað, ég gerir eitthvað, svo vex spennan. Nei. Finnst þið það gaman? Enda líka, það er svona sem áhörunda efni að það er kannski ekki áhörst. Ég held að þetta sko... Nei, kannski bara, ekki sjónvarp. Nei, það væri reyndar geggjað að fá píanokeppni, sjónvarpað bara. En það eru píanokeppnir sko, en það er ekkit sérlega svona keppnis, það er ekki mikið keppnisumhverfi. En ástæðan fyrir ég spurði að þessu mér finnst svo gott að spyrja það þessu því að við, eins og sem við erum sammála eitthvað, við erum mjög ólíkir einstaklingar, ég og þú og fyrir mig því að spyrði, horfir á íþróttir? Og þú sagði, nei, ég horf ekki þá, ég fekk alveg svona, þetta er svo fundamental í mínu lífi að fylgjast með kappleikum skilur það bara, uppaf barátta og svo lokið og þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif á mig þannig að ég þakka þið fyrir, þú veist, og þetta veit ég að fólk hafa ekki, það eru margir sem hafa ekki áhuga íþróttum og margir sem hafa ekki áhuga leikhúsi og alls konar, skilur en mér finnst alltaf svo mikið djús að fá að kynna svona fólki, sko, því að þetta stuða mig, sko og það er svo gott, sko og ég held að við séum, taka pásu og öfugt, ég sko þreytist ekki að hneykslast á íþróttaleikjum, sko, þú veist, þessari menningu í kringum það, þetta er svo gagnstætt mér sem manneskju og mínu svona eðli. En þú getur alveg elskað mig, sant? Ég get alveg elskað þig, en ég get alveg hata þennan hlut að þér. Nei, ekki gera það. Mér, sko, það er þetta, skilur, að vilja draga í dilka, sko. Ég, ekki það, ég teikna mig upp eins og ég sé eitthvað ógeðslega umburðarlindur, sko. En sko... En svo ertu bara að drullandi við mig fyrir að horfa ekki á fótbolta. Nei, þú veist, mér finnst þetta svo gaman, skilur. Mér er svo gaman hvað við erum misjöfn, sko. Og ég held að það sé grunnurinn, sko, ég man alltaf eftir því það var eins og bjóði á Vesturgötu, það var að segja bara stuttlega, má ég segja þessa sögu? Já, má það. Það er bara, og pappið minn er sko æðislegu maður en hann er líka íhaldsamur og hann má bara vera það og mér er svo gaman að spegla að einu sinni kom vinkona mín með vinsinn sem var sanginheður og frá Belgíu og kemur með bleikt hár og alveg rosa flamboyant og flottur inn í stofuna til mín og hann spyr hvort hann mætti klippa mig og ég segi, já, þú mátt klippa mig maður. Og næri skæri sín og byrja að klippa mig og í því lappar pappi inn þar sem þessi maður er að klippa mér hárið heima hjá mér og hann stuðar svona kallinn, hann bara svona kristist allir bara, hvað er í gangi hérna? Einhver maður inni hjá þessu og þekkir ekki neitt, hann er að klippa þér hárið og hann lappaði brút og með svo tákgrænt, skilur hún fannst þetta svo erfitt og svo áttu við samtal seinna bara þetta, hvað fannst þér þetta pappi? Það var maður að klippa, ég bara skildi ekki hvað var í gangi þetta og við þurftum að diskussuna þetta. Það er nákvæmlega þetta viðbragð við einhver sem er nýtt og er öðruvísi annarkot lappar í burtu eða þú ferði í forvitnina, skilur inn í það og reyna að skilja reyna áttaði á því, sko. Sko, mér finnst þetta með íþróttirnar, mér finnst þetta alveg áhugaður punktur og ég get alveg tekið þetta tilbaka inn í, svo komum aftur inn í kynja umræðuna og tekið það á svona alvarlegri nótum að, þú veist, ég sem ungur, þegar ég var ungur og frekar kannski stelpilegur strákur og mjúkur á margra mati og svona, þá er ég settur í allar heimsins íþróttir til þess að reyna að láta mig finna einhvern stað, því að það var það sem að börn átt að gera þetta að finna sig í íþróttum og ég prófaði allar íþróttir og ég held að ég hef orðið svo fráhverfur íþróttum á því að fara í svona margar íþróttir og ég var lagður í harkalegt einelti í fótbolta þannig að það, þú veist, mótar mig og mína skoðun og íþróttum til framtíðar það er, þú veist, að þetta er þær kringustæður sem eru liðið einna verst í það er að vera hluti af fótboltaliði
og það sem allir voru vondu mig þannig að ég held að við mótumst það ég get ekki ímyndum mér að þú hefur verið laður í einhelti í fótbolta þú væri kannski ekki fótbolta aðdáandi ég veit ekki, svo eru örugglega einhverjir sem eiga svipaða sögu ég sem að geta samt að elska íþróttina sjálfa en ég held að þetta hafa alveg klálega mótað mig og mína skoðun á íþróttum en svo fann ég mig í listum og tónlist og þar einmitt ekki þessi keppni sem að ég hef orðið fráhverfur þannig að við mótumst svo mikið og þetta í grunninn kynja eitthvað og ég var settur í fótbolta út af því að allir strákarnir í bekknum voru í fótbolta þannig ég klálega þetta tengist kynja hvað segir maður hlutverkunum Af öllum sem íþróttum prófaður þá eitthvað sem að myndi vera stelpu íþrótt fórst í dans, fórst í ballett ekki dans eða fimleika, systir mín var í fimleikum ég prófaði frjálsar íþróttir ég prófaði golf, ég prófaði fótbolta og handbolta, ég prófaði júdó ég prófaði alls konar, júdó var kannski svona það sem ég hendaði með bestu því að það var einhvern veginn öðruvísi tegunda keppni og ekki mjög svona maskulin kannski orka í því þetta var meira bara svona einhverjir krakkar í hvítum sloppum að hrinda hvoraður í golfið, þetta er mjög skrítið íþrótt en já Þetta er svo áhugavert samt að því að þarna erum við að lýsa þessum svona samfélagslegu kröfum hvað er karlmannlegt og þetta íþrótt er alveg bara stórt topic þar inni og einn umræðupóstur, einn þátturinn fjallar bara íþróttir, já, flott en þannig að við megum ekki tala um íþróttir þið megið sannlega tala um íþróttir en ég er bara aðeins að hugsa um þetta hlutverk karlmannsins og hlutverk föðursins sem svona provider og hvað finnst ykkur sem feður svona mikilvægast að miðla til ykkar drengja núna í dag, skiljum við Hætta þessu kjaftaði maður, allt áfram Hættu svo væli Start upp drengur Nei, var þetta sem provider eða? Já, bara, þú veist þessar hugmyndir okkar karlmennsku er alltaf að breytast og mótast og Hvað finnst mér mikilvægast að bara þá spurningu, hvað finnst þér mikilvægast að miðla áfram til þinna drengja til þess að reyna að tryggja þeim vegni vel sem karlmenn Ég ætla bara eina sem ég legg upp með ég hef ekkert með eitthvað svona þann þarf að læra þetta að gera þetta ég ætla mér bara að vera til staðar þegar brekkan kemur og gefa því tíma og vera fyrirmynd í með eigin athöfnum bara. Þú veist, hann sér mig og ef ég er að smíða þá er hann með mér að smíða gefa því tíma vera til staðar sko þú veist, það er engin gildi per se sem ég hef eitthvað svona þú ert að vera að standa fyrir þetta og þetta og þetta jú, ég segir reyndar alltaf á mótnana þá segi ég við drengina stuðliða friði og verið fjölskyldunni til sóma stuðliða friði og verið fjölskyldunni til sóma eigið góðan dag sendi þá til daginn sem með þessa gífurlega ábyrgð að gera eitthvað sómakent þetta eru börn mér finnst það svo gætlu já pabbi okay. En þú ert svo því þú nefnir þú ert að smíða og þá læraði það en er eitthvað svona það sem þú gaggjart ferð út fyrir svona eins og þú veist þú hefur áhuga á íþróttum ert greinilega að smíða og gröfu þetta er allt mjög svona teknar þetta upp kynjað já. Er eitthvað annað svona sem að þú veist, leggur þig fram að reyna að fara eitthvað inn í mýktina eða kemur það náttúrulega já, þú veist, bara með að lesa fyrir á kvöldin kissa það á kinnina, knúsa það sína það mýkt og þú veist, gefa það því tíma sko og gráta með þeim ef þannig ber undir sko það er ekki meðvitað út að ég ætla að sína mýktina þú veist, það er bara eitthvað sem kemur á mér menn ég er að vaska upp eða þú veist, setja í vélina eða elda matinn og þetta kemur ekki út frá hugmyndunum og skilgreiningar það er bara hvernig langar mér að vera mest til staðar og ná tengingu við barnið mitt það held ég sé grunnkvatin sko Ég held að ég sko, eina sem ég svona gaggjart hugsa að sína sinni mínum og ég vona að hann taki frá okkur feðumanns sko er að þetta bara að geta sýnt ást og alúð og að meiga vera mjúkur og sína væntum þykju og það er eitthvað sem að þetta er svo fyndið að ég man ekkert eftir ég veit alveg að pappi elskaði mér mjög mikið sem barn en ég man ekki til þess að hann hafi eitthvað sagt það hann var svona, mamma sagði það en pappi var svona maðurinn sem gerði þetta sýndi það í verki svona, ég smíðaði þennan stól handa þér
gjör svo vel og það var ég elskaði, skilur þau, hérna stóllliðin hans tákkerfi já, algjörlega, þetta svona talandi svona mismundi love language, mismundi ástatungumál það var bara svona gjörðir, bara gera eitthvað smíða eitthvað, búa til en lastu það sem barn og sagði hann, já, pappi elskar já, ég vissi það alveg bara há, sko ég veist ekkert það hann elskaði mig, sko þú veist ekki að saka hann það, hann segir aldrei ég er ekki komin hér í þetta hlaðar til þess að ásaka föður minn nú erum við komin að málana nei, pappi, ég sé þig nei, alls ekki, ég veist aldrei það en ég hins vegar vil að sonur minn heyri mig segja það og ég segi það upp átt á hverjum einasta degi jafnvel upp á þeim punkti hann segir, ég veit ok, þú veist, hann er og ég hins vegar, þú veist talandi þetta að sína svona mjúka hluti að ég held að ég sé mitt þeim eina að það svona flest þegar þú ert að smíða og gera þessu svona kallmannum hluti þá er ég að hekla með sínum mínum og eitthvað svona kannski sem að væri svona talið mjúkir hlutir en leggur þið þá fram við að svona grípi hamarinn ég geri það, ég raunverulega geri það ég næ í hann þá sjaldan að ég næ í borvélina til þess að hengja eitthvað upp þá næ ég í hann og við gerum það saman til þess að hann sjáu líka þá liða mér það er svona markvist, þannig að halda ekki bara að ég sé faðurinn sem að hekla og ég veit ekki, sveima út en stoppa í sokka já, við erum öll svo alls konar og mér sko kannu segja að elska er sögn að elska þú veist, við gerum það bara mismunandi skilur absolutt og það má ekki vera þessi krafa allir kallmenn eiga alltaf að segja ég elska en allir hafa sín háttin á en örgla með auknu samtali og meiri díalógum þetta, þá getur við svona að opna á þess að þræði kallmennskunar að vera nær þessu já, absolutt að lokum langar mig bara aðeins að koma inn á það sem að þú opnaðir með hérna í byrjun og það er á meðan að við erum á fullu að þú veist, ræða og hugsa og hafa ágræði hvernig við ætlum að koma drengjunum okkar til manns og börnunum okkar að þá er rómantíska sambandið að malla einhverstaðar til hliðar romantíkin tala þessu romantíkin segjum geta að fá kakóbolla það er svona aðeins að snerta á því hvernig fer þetta nú allt saman Axel hvernig ertu romantískur? Það er náttúrulega kannski gerir ekkert eitthvað best í heimi fyrir nokkuð hjónabanda eiga barn sem að kemur upp í á hverju nóttu skilur og þannig að ég á bara einn son, þannig að ég get talið niður í það, við erum markvisst að þjálfa en ég koma ekki upp í til framtíðar það gengur svona upp á hann sko, en ég veit það að það mun á einhvern tímpúti gerast ég veit að maður á ekki að lifa í framtíðinni en það verður ýmislegt betur heldur en það er í dag en þess vegna skil ég ekki þess vegna þegar fólk er að teygja barneignir í mjög langan tíma vinkona mömmu til mér sá 3 börn sem hún á með 10 ára millibili þannig að hún var með börn uppi hjá sér í 30 ár þannig að og svo dónur elli og hefur ekki stund að kynlu þannig að já, ég er mjög þakkláttur fyrir að eiga þetta eina frábæra barn og einhvern tímpúti mun það hægt að koma upp í en í millitíðinni reynir maður bara að finna sína ein leið til þess að Já, og þarna kannski mitt, ef ég fer í svona ráðgjafar hlutverki, þú veist, hvað myndi ég segja við ykkur ef þið væri hjá mér? Þú veit, ok, getið þið þá bara stund að kynlífa ykkur öðrum tíma heldur en þegar barnið er uppi? Þú veist, búið þið við þannig lífstíl að þið þurfum ekki báður að fara í vinnuna klukkan 8 á mótnana og koma heim klukkan 4 og þá er hann komin heim líka, sonur ykkar og þið er alltaf 3. Þú veit, hvar geturðu skapað eitthvað rými í tíma og náttúrulega alvöru rými til þess að vera í erotískri orku. Þú veist, að því rómantík er eitt, við getum gert, eða fyrir mér er það einhvern veginn, þú veist, það er kannski svona milda útgáfan þegar við viljum ekki segja kynlíf, þá segjum við rómantík, þannig að þetta er meira kannski svona erotísk orka. Sko. Já, þið byrja að tala um rómantík, ég fór beint í þetta, kannski segja meira um mig. Já, það er eitthvað sem ég ætla að skrá, nei. Ég tala aldrei um rómantík eða kynlíf, ég tala um að djöblast. Já, nú skulum við djöblast á hvort öðru. Nei, djók. En ég er en varandi þetta í parasamböndum, varandi romantíkina, að það er vandlifað í þessu. Þetta er erfitt, sko. Þú veist að muni eftir dálkunum en ást eða romantík er þetta búið það? Ég er ekki áskrifandi af mogganum, sko. Þetta þarf að vera frá ríkinu, sko. Ríki þarf að pósta þessu.
Ást Það er að finna rými fyrir erotíska orku. Já, en samt þetta Ég bara, þú veist, ást þess að minna á þessu augnablík, þú veist, Já. þessi upphafning hins Já. hverstaklega, þar er romantíkin, Já. skilju. En ást er mjög kynjaður Já. myndasögur Já, já, já. Jú, vissulega. Ok, Hann er líka búin að vera bara ég í er alveg 100 saman ár. hvernig þetta er, Ég þú veist, veit, teiknað upp, Já. eitthvað, við fáum einhvern góðan grafíkur í það, Ert að leggja til Já. að ég verði ráðinn til ríkisins Já, sem ráðum sem, þetta. sem stjórnandi kynlífslandans Ekki kynlífs, Kristrún? romantíkur. Nei, ég hef ekkert við það að Já, gera. ok. Fólk getur bara átt það við sig. En sko með rómantíkina, mér finnst það líka, sko það er eitthvað sem skiptir jafn miklu máli í mínu sambandi, það er að eiga, þú veist, þú veist, að eiga date Já. og við gerum það mjög Bara reglulega vera að manneskjur. bara auðmikið, svona er bara, nú ert þú bara mjög þreyttur, þú ert að fara snemma svo í kvöld, já, þá erum við ætlum bara, hann fær eitthvað bara gott að borða sem hún finnst gott, við ætlum ekki að borða með þér, við ætlum eftir að þú fyrir að sofa, þá ætlum við að elda góðan mat saman, gera pasta frá grunni eða eitthvað gott svona og eigum bara kvikt á kertum og við eigum bara svona full blown bara date, þar sem við bara getum Ég vil bara heldur að þessi rómantísk. góðir í þessum. Þetta er Þetta er samt bara rosa. ekki Ég þarf- auðmýka að- sonur þarf ykkar, að læra þetta þetta. er Ég er ekki góður í fyrirmyndin. Ég meina, Hann er ótrúlega heppinn að því þannig eru þið að veita honum innsýn í það sem við veitum ofta ekki börnunum okkar innsýn í, að við elskumst. já, Já. Og þetta eru þið að elskast, þeir eru kannski ekki, þeir eru bara búið til pasta, þeir eru ekki kannski endilega að gera það, nei, þú veist, en það er partur af því að elskast og þetta er náttúrulega ákveðin upptaktur oft upp í kynlíf, stefnumót. já. Ég veit. En Þú þetta veist, er bara svo, þannig að þetta er líka það svo nærandi bara fyrir sambandið að eiga þessi moment saman, Já. bara tvö eða tveir, já. Vera einmitt, og það er þetta kannski, hvernig farnast okkur að vera foreldrar og par, ráðu við það að gera það bæði, eða fyrir við þar í tvíhyggjuna, ég er móðir og þar af leiðandi ekki kona eða elskugi, eða ég er bara eiginkona, þau veitir, Akkurat. sexy eiginkona er ég að meina sko, Já, Já. þau veitir, get ég verið bæði? Já. En hvernig áhugavert, gerum er maður þetta ekki, er þetta ekki samt pressa sem er eiginlega bara sett á konur? Það er einhvern veginn, veit ekki hvort að þetta sé eitthvað svona stór dílema hjá Hjá í körlum að karlmennskunni. vera sexy? Nei, að geta ekki gert þetta bæði, þú veist, ég held að það sé ekki mikil svona þversögn í því, ég skil hvað meinar með þetta með Madonna og hór, skilur já. en ég veit ekki hvort það sé til sambærileg tókstrita í karlmennskunni, þú veist, því að það er einhvern veginn bara svo eðlilegt fyrir karlmenna, það er svona hluta karlmennskunni að vilja bara stunda kynlíf og líka vera góður faðir og ég veit ekki hvort að ég hafi nokkuð mann upplifað einhvers konar spennu þarna milli þessara hlutverka, sko. Það er auðvitað misjæmt, já. Já, og líka bara, þú veist, allan að maður er líka bara svo exhausted, skilur. Maður er bara svo þreyttur alltaf. Það er líka, og það er einmitt þetta, þessi gluggi sem er ekki, þú veist, klukkan 11 á kvöldin, heldur, í hádeginu. Nei, taldu fram Til það, dæmis, hann já. er búinn hann bara klukkan 10, Já. en þetta er galdur sko, þetta er galdur að koma romantíkinni fyrir Já. í hversdagsleikunum og í öllum amanum og En til mikils að vinna. já, ef maður ætlar ekki að sólenda þessu undan sér sko, einhvern veginn sko. Ég menn annars verður náttúrulega ástarsamband að bara ást, það verður bara bleikt Já, og það verður bara rosa þægilegt, þið vitið. Það vantar allan hýta. já. já, ég þarf að vinna í þessu. Já, við ræðum það bara þegar Já. upptökum En- líkur. Já, en skil, ég held að það er, ég er bara það, ég er það ástfangin og við erum það held ég og hamingjusum saman og náðu að spila þetta þannig í gegnum allt svona, en það þarf meiri meðvitund, en þetta er svona, þetta er hversdagslega sem ég bara faðmlega á Litlu, mótnana já. og þú veist, það er verið að hella í bolla fyrir hvort annað og hita hann upp eða skiljið Já. Já. og það er svona það þarf þetta samtal og auknum meðvitund þetta hvað er rómantík og hvað þykir hrein. Við fórum til Danmörku um daginn, það var æðislegt það var æðislega gott, við völdum okkur hurð en allt í lagi. Gerðu þetta praktíst en Já. líka. Já. Og að fjárfesta í góðri barnapíu. Já. Og bara er eitthvað sem ég hef mikilvægt. mjög mikið lendi í, sko, Já. að það þarf að vera hægt að læsa allavega einu herbyggi í húsinu, sko. Absolutt. Því það langar enginn að börnin kom inn á mann. Nei. Já, Það ok, já. er- Þetta er bara stórt og mjög ódýrt kynlífsráðgjafaráð. Svo er einn lykill sem ég hélt að væri ekki næs, en það er að schedula þessa hluti, að bara setja í Já. kalendar, bara, Já. við ætlum að gera þetta þarna. Einmitt. Það er bara mjög næs. Og það er ótrúlega misjant fyrir suma, þið veitir þetta, við erum ekki eins, algjörlega óháð öllu erum við ekki eins, það hefur ekki bara með kyn að gera, og það sé umræðefnið, ég veit það. En þú veist, fyrir suma er það að setja þetta í kalender, það er bara rosa spennandi, rosa gaman, fyrir aðra er það bara
Guð minn góður, Já, nú bara ef það er ekki rakstu spontant þetta. og upp úr bara sjálfur sér að þá bara, er það við bara erum komin dáið. hér til þín Áslaug til þess að þú bjargir kynlífinu og þú eyðilaði það, takk Já. fyrir ekkert, Já. þú veit, þannig að þetta er líka, og þar kemur mitt samtalið, hvað vil ég, hvernig er Akkurat. ég, Já. þannig að þetta byrjar náttúrulega á því að maður viti sjálfur hvernig kynvera maður er, hvað maður vill og eitthvað, leifið því að breytast og svo ræða við makan og þá þarf maður að kunna tala og hlusta, Einmitt. þetta er allt mjög einfalt, Já. þið heyri það. Tala og hlusta, Svo einfalt, tala og hlusta. er það ekki bara aldrei góð loka orð, að tala og hlusta og hlusta kannski með svona undirstrikað, Já, Já, kannski hlusta og tala. hlusta og tala já. Eins og þið sem gerðu svo frábærlega hérna áðan, þið vitið, að þið voruð ósamarlu eitthvað, íþróttaáhorf og þið báðir eitthvað svona funduð eitthvað og bara, já, áhugavert, ég ætla hans að hugsa þetta, ég ætla að Förum verðs inn í það. fyrir mér, þið vitið staldra við, já. Maður verður ekki að tala um hlutina. já, stóðu ykkur vel. Já, þið Þú líka. stóðu ykkur öll mjög Stóðst þið mjög vel. glæsilegir viðmælendur og bara takk æðislega fyrir að vera tilbúin að koma hérna og spjalla um þessi mál. Við komumst að ýmsu, ekki loka niður stöðu. Takk. Takk. Takk fyrir.